Við höldum áfram hér í Hörpu á sjávarútvegsráðstefnunni 2025 þar sem við erum öll að róa í sömu átt og tala um samkeppnishæfni og nýsköpun í sjávarútvegi. Úr stjórnmálunum þá förum við í forstjórana og menn sem að þekkja þennan geira út og inn. Þetta er annars vegar Ægir Páll Friðbertsson, forstjóri Iceland Seafood og Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims. Verið velkomnir og takk kærlega fyrir að setjast niður með mér. Takk fyrir. Takk. Herru, bara svona réttilega að byrja, þetta er nú mikil, það er svona eins og ég var nú að segja hérna við hann Úlfar áðan í Marel, ég svona kíkti aðeins hérna í hádegismatinn og það er mikið skrifað og skrafað þegar þessi geiri kemur saman, það er margt að ræða, Guðmundur. Já, þetta er nú svona góður staður til að hittast og hér kemur eiginlega þverskurður af sjávarútveginum og þegar ég var ungur þá fór ég ofta á aðalfundi í Reykjavík bæði á SÍF og Sölumiðstöðinni, LÍU og Fiskifélaginu og mér fannst alltaf gagnlegt að hitta kollegan og hlusta og læra. Já. Sammála þér? Já, og ég held að meðlega segja að sjávarútvegurinn er mjög lífandi geiri. Það er stanslausar breytingar, við erum að vinna á erlendum mörkuðum í samkeppni frá mörgum löndum og annað, þannig að þetta er mjög lífandi atvinnugrein. Ég hugsa aðeins til ykkar áðan þeir eru búin að vera svo rosalega lengi í þessu, sem er vel. Þegar ég var með þau tvö, Elmu og hann Svein Margeirsson sem óttu þekki nú vel, frá Stiku, þess að voru að tala um þetta nýja verkefni þeirra, svona hvernig við ætlum að nýta í raun og veru, ætlum að minnka kolefnissporið en leið auka verðmætin sem var mjög áhugavert spjall við áðan. Við erum komin ansi langt á leið vantanlega frá því að þið svona slæðuð ykkar fyrsta fisk. Ægir Páll var nú í fjörunni. Já, við gerðum skektu þannig að það var nú ekki hátt kolefnissporið á þeim fiski. Fyrst rerum við en svo vorum við nú konið með mótor. Já, en nýsköpunin vantanlega tekið stakkarskiptum af ykkar tími með eitthvað. Og ég held líka að þetta sem snýr af sjálfbærnimálunum við varðandi fiskinn að við erum auðvitað með votta fiskistofna, við erum að veiða vottuðum stofnum sem er styrkleiki. En þar að auki erum við eigum að geta skilgreint þetta kolefnisspor og verið með forskot á okkar keppinauta ef við náum að fá það spor vottað. Þannig að við séum bara þegar við afhendum fiskinn til smásöluaðilans þá liggi fyrir hvert kolefnissporið er af honum. Já. Það er meira minn áætlað í dag. En þá er ég að meina hjá öðrum aðilum. En hér á Íslandi eru félögin komin lengra og eiga raun og allar upplýsingar þetta. Staðan á greininni bara, ansi stór spurning Guðmundur, en svona ef það er eitthvað sem getur svarað en ert það þú. Þetta hefur verið mikið ár fyrir sjávarútveginn. Mikið að gerast og mikil umræða á þinginu og ný gjöld þar sem hafa sín áhrif. Svona, já, bara því að við erum að tala um eina af yfirskriftum þessar ráðstefnu er samkeppnishæfni og þú verður mikið vera að ræða þetta. Ég veit svona, það styttist í áramótin, þannig að við getum næstu í talað um þetta ár 2025. Hvaða áhrif hefur það haft og hvað stendur greinin? Nei, þetta ár, rekstrarlega er allir líkur verið mjög gott fyrir okkur. Það er alltaf búið að birta 6 mánaða tölur á skráðu félögunum og kom afkomuviðvörun hjá einu félagi sem er skráð fyrir 9 mánaða töluna. Það er alltaf líka, makrílvertíðin var mjög góð. Já. Og við veitum líka allt sem við geymdum frá því fyrra og veitum líka inn á næsta ár. Og svo líka er hátt verð á þorski. Það hefur gengið vel að veiða og eins og tölurnar í morgun að þorskstofninn sem er okkar verðmætisstofn, hann er stabíll. En þetta kannski kom okkur svolítið óvart þessi mikla harka og mikla umræðu veiðigjöldin. Af því að það er þekkt að skattar á fyrirtæki eru mörguleyti verstu skattarnir. Af því fyrirtækin, þú átt að reyna að halda sem mestu peningunum inn í fyrirtækjunum til að halda áfram í nýsköpun og búa til fleiri störf og annað. En auðvitað er eðlilegt að borga ákveðinn arð. En ef ríkið ætlar að skattleggja sérstaklega framleiðslufyrirtækin of mikið, að þá sérðu afleiðingarnar eftir nokkur ár. Þess vegna held ég að umræðan hafi verið svo hörð. Af því að líka þarna kom ríkið með skattana á okkur sem eru mjög óljósir og það er ekkert gegnsæi í þessu og raunlega veit enginn hvað þessi skattur verður á næsta ári.
Nei, og það svona, ég búinn að minnast á þetta við nokkra viðmælendur að því ég frétti að þú hefði notað þetta orð í framsögu þinni í morgun sem að þú hefur notað á mörgum vettvangum á þessu ári og það orðið fyrirsjáanleiki. Já. Sem að væntanlega gríðarlega mikilvægur fyrir þessa grein, sérstaklega í sér í ljósi meðal annars vegna fjárfestinga. Já, sko, okkar grein þarf mikla fjárfestingu. Þú þarft að fjárfesti í fiskiskipum, í vinnslunni og svo byrjuðu að fjárfesti í kvótanum 1990 til að búa til hagræðinguna. Þannig að við hugsum mörg ár fram í tímann, þannig að þess vegna þarf að vera stöðuleiki og fyrirsjáanleiki. Og ég sýndi bara í morgun hvað við erum búin að hafa 10 sjávarútvegsráðherra síðustu 20 árin. Og allir eru með sína stefnu og vilja koma sínu fram, en lögin alveg skýr. Já, einmitt. Hvað eitthvað til ráða? Ég meina, þú veist, setja einhverju löggjöf til það lengri tíma sem einhver getur hróflað við, menn það hægt? Nei, þetta bara, ég tel að greinin taka miklu meiri þátt í samfélagsumræðinni og skýra út hvað við erum að gera og akkur þetta að því að greinin frábær, hún mjög kraftmikill, þess að iPod líka að segja, við erum að selja allan aflan okkar, eða vörun okkar til útlanda, við erum að keppa á alþjóðlegu markaði. Við getum ekki hakkað okkur vöru bara innanlands, við seljum allt út, þar eru við á stóra markaðunum. Og greinin fín og þetta flott, þú sér bara allt fólkið hérna og alla málstofunar. Og við þurfum bara að halda áfram að segja hversu öflug grein við erum. Og ég trúi ekki ef þú ert líka komin á þing, að þið komið með okkur í þessi vegferð. Já, því að hann var að tala útflutning og svona hversu flott við erum, Ægir, að þetta svona, það að byrja að stæla okkur. Ég frétti af, mjög áhugaverðu erindi þínu hérna í morgun, það sem verið að selja íslenskan fisk sem bara alls ekki íslenskan fisk eða eitthvað. Já, það hefur þekkt svolítið, en svo ég klári þetta með skattlagninguna. Þá held ég að sé ekki bara sjávarútvegurinn sem þurfi fyrirsjáanleika þegar kemur á skattlagningu. Ég held að séu hreinlega allar atvinnugreinar. Að svona eitthvað svarthol í skattlagningu alltaf slæmt. En ég nefndi það sem dæmi að þegar við flytjum úr þorsk hérna eða karfa hérna, þá ætla ég að lega mér í öllum tilfellum að ræða karfa eða þorsk eða hvaða tegund sem það En aftur á móti það þekkt bæði frá Kína og eins líka frá fleiri stöðum að það keyptur til dæmis íslenskur fiskur. Já. Og við höfum bara að skoða það. Það kom frétt í Morgunblaðinu daginn varðandi saltfisk í Suður-Evrópu. Það sem kom í ljós fiskur sem var merktur íslenskur. En það kom í ljós að 17% þess sem var skoðað var í raun ekki íslenskur. Við hefum dæmi þetta karfa sem kemur frá Kína sem unnin úr karfafrystiskipum sem hausaður. Hann þegar það skoða hvað í súpermörkuðunum, í pakningunum þar, þá þetta hluta til íslenskur fiskur en að öðru leyti það blandað með öðrum ódýrari fiski. Og allt stemplað í bak og fyrir sem íslenskt, gæðin lakari. Og það í mínum huga mun að skemma ímynd íslensks fisk, það mun skemma gæðaímyndina og það mun leiða til lægra verðs fyrir íslenska sjávarafurðir þegar frá líður. Af hverju og hvernig gerist þetta? Já, hvernig gerist þetta? Menn að kaupa, bara reyna að ná framleiðslukostnaðinum niður og þeir gera það með þessari leið. Það líka mikil umræða í heiminu núna fæðuöryggi og áreiðanleika vöruna sem þú kaupir í búð. Og í mörgum löndum mjög strangar reglur að segja ekki svona, kallað ensku food fraud, þar sem við að selja aðra vöru í umbúðinni með sektir utan á. Og ég held að þetta muni koma og þetta verða verðmæti fyrir okkur Íslendinga. Þess að þetta svo mikilvægt að við höldum fiskvinnslun og vöruþróun innan okkar lands til þess að eins og var nefnt í morgun að franska kampæni. Þú mátt bara framleiða í Frakklandi. Og alveg kannski íslenskan fisk að hann bara framleiddur á Íslandi. Og við leyfum ekki að flytja út óunnin fisk
eða hvernig sem, ég veit ekki hvernig að gera það. Ég sammála á Ægipáli, við viljum ekki setja ykkur höft og bönn. Nei. En við þurfum að finna ykkur aðferð bara með stjórnvöldum. Af því að eins og þingmaðurinn á að vera með okkur hvernig við getum bætt hag Íslendinga. Og þess vegna eins og okkur núna, við buðum hérna fullt af þingmönnum, eða öllum þingmönnum hingað og líka í fyrra, en það eru svo þingmennirnir og hvað þá ráðherrarnir. Það er ekki alltaf svo mikið að gera hérna með einhverjum annars staðar, hefur ekki tíma til að vera með fólkinu í landinu. Nei, ég skil. En þú ert nú samt hérna, Já, vissulega varaþingmaður bara, höldu því til hagar, jú, ég er hérna. Og ef þú ætti að hugsa varðandi skattheimtu og talandi um skattheimtu, þá held ég að liggi mikið meiri peningur í þessum þáttum heldur en það verið að hækka einhver gjöld eða skattprósentur eða eitthvað. Því að það liggja mikið meiri peningar í því að auka virði sjávarafurina sem við verum að vinna með. Þú talar algjörlega, þú voru að tala með vinnslurnar. Það er svona, það sem hefur verið rosalega mikið í umræðinni núna á þessu ári er að fara með fiskinn sem sagt hráan út og vinna hann annars staðar því að, Ég kan taka dæmi við núna. Okay. Strandveiðarnar. Já. Það er gríðarlega áróður hjá mjög litlum hópi Íslendinga að taka kvótann af stóru fyrirtækjunum og þeir sem eru í þorskveiðum allt árið kring. Þeir vilja taka hann í strandveiðar, veiða hann bara á sumrin þegar hagkvæmast er að veiða. Já. Og þá veit fólki út á landi líka fyrir sínu sumarfríum. Og þessi fiskur er allur óunninn úr landi. Og það er þannig núna? Já. Og það vantar faglega umræðu það að við erum stolt af okkar þorski, við ætlum að vinna hér og við ætlum að veiða hann allt árið kring og það er fagfólk í þessu. Þú getur ekki bara komið einn hlut úr árinu og sagt, nú ætlum ég bara að veiða, það er alltaf gott veður, ég ætla bara að veiða núna, svo er ég farin og fólki sem býr út á landi í þessum þorpum, það á bara að gera eitthvað annað við veturinn. Það sem ég var að meina sko var að það verður svo mikil umræðum að fara með hann eins og þú segir að það sé sko, en þið vilja ekki útflutningsbæði, þá er ég meina svona boð og bönn að sé svona eitthvað að skylda fólk til að vinna, en þá búa til vantilega hvata það sem þú ert að segja. Hvata til að vinna hann heima. Yes. Og það verður að gera með stjórnvöldum til að finna út. Mér finnst nú best að sé kampaðis. Já. Við vinnum þetta ekki öðruvísi með stjórnvöldum og það er bara alveg staðreynd, sko, ég get alveg sagt það, sko, að við höfum alveg við rekum verksmiðju í Dublin. Já. Við höfum alveg prófað að kaupa íslenska fisk í körum í gegnum aðila sem hefur að selja það, flytja hann út og vinna hann niður í Dublin. Og þetta er ekki fiskur að góðum gæðum eftir þetta. Orðinn 10 daga gamall og hann er bara allt orðinn gæðum og flytja hann út í 460 kíló körum, sko, það er ekki gott ráefni. Og það mun bara dándreita gæða ímynd íslensk fisk. Við höfum prófað þetta líka í Suður-Evrópu að gera þetta og fiskurinn, sko, sem við höfum fengið út úr því er engan veginn sambærilegur við íslenska framleiðslu. Þú getur rétt ímyndaðir ef Frakkar myndu leyfa útflutning á frönskum vínberjum og svo er franskt rauðvín búið til í öðrum löndum. Skilði. Heldur það myndi virka? Hæpið, verður maður að segja. En þannig að það sem þú ert að tala um, Guðmundur, er bara svona að þetta sé bara mjög virkt og kannski mörguleyti þá uppbyggilegra samtal til lengri tíma að búa til svona íslenska virðiskeðju þar sem að fiskurinn er veiddur hér, það er hvati til þess að vinna hann hér. Þannig við höldum gæðunum og við náum að halda svona okkur í efstu hillu þar sem að við höfum verið vantilega sögulega. Já, og við borgum góð laun á Íslandi sem betur fer. Því við viljum vera með gott fólk í okkar grein og næstu kynslóð okkur þarf að vera tæknimenntuð og svoleiðis sem kemur inn í að vinna fisk. Þetta er tæknivinna. Hefur þessi gjöld sem að komi núna, er þetta eitthvað svona á ykkar langa ferli, er eitthvað svona önnur dæmi að þið hefur lent í einhverju svona sem að hefur svona... Þetta meina veiðgjöldin? Já, fullt svona og þau eru ekki eins og komið til framkvæmda. En ég þarf að fullyrða við þig að það er ekki einn einasti þingmaður
sem veit nákvæmlega hvernig þessi gjöld eru reiknuð. Og sér það núna er komið í nóvember, það er ekki ennþá búið að segja okkur hver gjöldin eru á hverja fisktegund á næsta ári. Þetta eru svona ógagnsætt og þetta var átt að vera einfaldleikinn upphafi, að iPod fekk nú formúluna vel og svoleiðis. En núna er búið að þvæla þessu fram og tilbaka og ég bara vorkenndi þingmanna þegar að hugsa um þetta vetur, þegar ég heyrði alveg og sá það, þeir vissi ekkert hvað voru að tala um. Þannig raun og veru standa sjávarútvegsfyrirtækin frammi fyrir því að þau viti ekkert, þau hafa eiginlega ekki hugmynd um það. Hvað veiðigjaldi verður 26? Það talað um að sé þetta mikil hækkun og þetta mikil hækkun. Já, ég hef alveg farið í gegnum það og reiknað mig í gegnum það að því ég þekki alveg útreikningin í því og það er bara engan veginn ljóst. Allar forsendur í aðferðafræði. Ég býð mjög spenntur eftir að sjá þau frá skattinn. Og þá fáum við vantanlega að heyra eitthvað aðeins frá okkur þegar þetta loksins komnir útreikningarnir. Sko. Já, það verður gaman. Það verður gaman. Þá verður gaman meira samtal. Já, þá þarf alltaf, þú getur ekki lagt á skatt, þú verður að sýna nákvæmlega fram að hverju hann er tekinn. Ríkið getur ekki tekið yfir 100% skatt, af því að geta suma fisktegundir komið mjög hátt gjald og aðra kannski lægra. Því gjald er lagt á hverja fisktegund. Ég láti það vera að loka orðið, strákar. Takk hérlega fyrir að setjast með mér, hrikalega gaman að fá okkur. Við höldum áfram hérna eftir augnablik.